Já, við ætlum næst að fjalla stjórnmál, við ætlum að fjalla sjálfstæðisflokkinn sem má muna sinn fífil fegurri. Atkvæðamagn flokksins var undir 20% í síðustu kosningum. Hann situr nú í minnihluta, ekki í ríkisstjórn, sem í sjálfu sér nánast frétt þegar valdasaga Íslands skoðuð síðari áratugi. Og heilmikil svona hreingerning virðist vera í gangi innan flokksins. Menn eru svona að reyna að finna sjálfa sig upp og nýtt. Liður í þessu hvað gerist á landsfundunum í lok febrúar. Þar sem fyrirliggur að Bjarni Benediktsson mun ekki gefa kost á sér til áframhaldandi formennsku. Og við höfum verið að leika okkur með að spá og spekulera hverjir séu líklegastir til þess að bjóða sig fram sem hans ártaka. Það eru svona sömu nöfnin oftast nefnd. Til þess að ræða þessi mál komin hingað í dag Jón Gunnarsson, þingmaður. Velkomin til okkar, Jón. Já, takk fyrir og góðan dag. Góðan daginn. Ég ætla nú bara að koma mér beint að því efni sem að hvatti mikið síst til þess að biðja það að koma hérna í spjall til okkar. Ég heyrði það helgina að sjálfstæðismenn hefðu verið að fá símtal frá þér þar sem þú værir að kanna vilja þinna eigin flokksmanna viðþorf til þess til stuðnings við þig ef þú myndir sjálfur bjóða þig fram til formanns. Og þannig að bara svo maður spyrji beint út, þú núna að kanna bakland þitt og hefur þú áhuga á að bjóða þig fram sem formaður Sjálfstæðisflokksins? Já, sko, þeir eru ekki traustir þessir heimildamenni þínir. Okay. Að því leyti til að ég hef ekki hringt í einn einasta mann til að kanna með stuðning. En menn á þínu vegum? Nei, ekki heldur. Nei. Ekki mér vitanlega. Nei. En það getur vel verið að einhvern sé að hringja og kanna jarðveginn einhvers staðar, sko. Ég veit svo sem ekki það. Okay. En ég hef ekki verið í þeim símtölum. Ég var nú bara reyndar að koma erlendis frá, búin að vera erlendis alla vikuna og hafði öðrum nöfnum að neppa. Já. Og ég aftur á móti hef fengið sjálfur þó nokkuð af símtölum víða á landinu. Þar sem fólk svona bæði að hvetja mig til þess og spyrja mig hvort að megi tala fyrir mér og svoleiðis. Já. Og svo það getur verið svolítið í gangi, en ég reikna ekki með því að gefa kost á mér til formanns Sjálfstæðisflokksins á þessum merkilega landsfundi sem að ég hlakka til að mæta á. Það verður fjölmennur, ég finn fyrir miklum spenningi. Og ég sé í hópi svona þeirra sem að helstur nefndir, það sé ég fólk sem að ég get vel hugsa mér að styðja. Já. Þannig að það nú bara svona staðan eins og hún akkurat í dag. Þegar þú segir þú reiknir ekki með því, ertu að segja að þú útilokir framboð til formanns Sjálfstæðisflokksins? Sko, ég held að útilokja engin eitt eða neitt í þessu. Vika getur verið langur tími pólitík og það eru 5 vikur í landsfund. Og það allir í kjöri á landsfundi. Það nú bara þannig. Fólk getur kosið, ég sjálfur sér hvert sem þeim líst á. Þannig að þegar það kemur að ábyrgðarstöðum fyrir Sjálfstæðisflokkin eða fyrir land og þjóð þegar maður í pólitík, þá útilokar maður aldrei neitt. En ég stefni ekki sérstaklega því að vera í framboði. Ég ekkert að vinna að einhverju framboði til formanns í Sjálfstæðisflokknum. Hvað aðrar ábyrgðarstöður verður að koma í ljós. Já. Sko, við heyrum það á viðtölum við til dæmis núna Áslaugu Örnu í gær að hún mjög heit fyrir framboði. Við vitum að Þórdís hefur sagt að það væri stefnubreitinga hennar hálfu ef hún myndi ekki bjóða sig fram til formanns nú þegar tækifærið við teljum líklegt að Guðlaugur Þór hann muni láta á það reyna hvort landsfundur vill hann sem nýjan formann eftir að hann fekk nú ágætiskosningu gegn Bjarna síðast, fekk hann ekki 40% atkvæða. Myndir þú sjálfur telja, Jón, að Guðlaugur Þór, ef hann ákveður að bjóða sig fram, að fyrirfram hafi hann séu líkurnar með honum í liði? Nei, ekkert sérstaklega, sko. Ég held að það sé kannski erfitt að spá í það hvernig ef að þessi 3 væru í framboði, hvernig það færi. Það augljóslega
langmesta vinnan í gangi hjá Áslaugu Örnu í dag. Hún mjög frambærilegur kandidat verið flokkinn og hefur heilmikla pólitíska reynslu. Hann verið í forustu í ungleiðarhreyfingunni mikið. Guðlaugur hefur auðvitað mjög langa reynslu sem þingmaður. Hann í dag sá þingmaður sem hefur næst lengstu þingreysluna. Þorgerður Katrín þar á undan honum og ég kem næstur á eftir honum. Og þannig að það erfitt að spá í það hvað verður. Ég en svona mér finnst á þessari stundu finnst mér svona vinnan og undirbúningurinn áberandi öflugastur hjá Áslaugu af þessum 3 kandidatum. Já. Nú hefur Þórdís verið varaformaður og með því að þú nefnir það, þú setir það á dagskrá og þér finnist Áslaugu Arna vera að vinna betur en Þórdís. Er það þá skoðun þín að Áslaugu Arna yrði farsælli formaður og það yrði Sjálfstæðisflokknum til meiri gæfu ef Áslaugu Arna yrði formaður frekar en Þórdís? Nei, ég bara meta stöðuna í undirbúningsvinnu í dag hjá þessu fólki og þá fyrirferðin mest þarna en eins og ég sagði áðan að þá vikalangur tími í pólitík og það 5 vikur í landsfund og ég svona met bara stöðu Áslaugar af þessum 3 aðilum svona sterkast að þessa stundina en allt breytingum háð í þessum efnum og það verður bara komið í ljós. Allt þetta málsmetandi og gott fólk og í sjálfu sér bara getur við sagt ánægju efni fyrir Sjálfstæðisflokkinn að hafa úr góðum einstaklingum að velja þegar það kemur að formannskjöri og við verðum bara að sjá hvað setur. Ég meina það greinilegt að nú ég búin að sitja landsfundi flokksins síðan 83 sjálfur og það alveg greinilegt að það gríðarlega mikill spenningur fyrir þessum landsfundi. Við verðum vör við það öll sem erum svona framalega í pólitíkinni. Nokkur eru búin að hafa samband við mig og lýsa við áhuga og komast á landsfund og óska til sæti og svo framvegis og þannig að það bara tilhlökkunar efni fyrir okkur og vonandi bara veita gott fyrir flokkinn. Við erum á tímamótum í Sjálfstæðisflokknum og Bjarni að hverfa að vettvangi og hann hans skarð vandfyllt að mínu mati en í þessu felast líka mikil tækifæri fyrir okkur að svona þétta raðirnar og blása til sóknar. Við eigum mikið tækifæri til þess að mínu mati í þessari stjórnarandstöðu sem núna Já. Nú höfum við báðir örugglega heyrt til dæmis stjórnmálafræðinga eins og Eirík Bergmann lýsa hans mati eða greiningu á Sjálfstæðisflokknum seinna ár. Hann hefur talað að þessi átök inn í flokknum á milli frjálslyndis og íhaldssemi hafi svona orðið tilefni væringa. Það hefur verið rætt að á vakt Bjarna hafi klúðrast að ESB-armurinn fer út úr flokknum og stofnar Viðreisn og svona fleira verið nefnt. Ef þú yrðir ef þín sjónarmið yrðu ofan á ef fólk sem værið með svipaðar skoðanir og þú færi í forystu Sjálfstæðisflokksins næstu árin, hvort leggur þú meiri áherslu á íhaldssemi, festu, stöðuleika, siðferði eða frjálslyndi? Ég held að þetta fari reyndar ágætlega saman hafi gert það hjá Sjálfstæðisflokknum og saga hans sýni það að hann hefur í senn verið íhaldsamur flokkur en á sama tíma frjálslyndur og ef að sagan skoðuð þá það Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur staðið í forystu fyrir kannski flest framfara mál í íslensku samfélagi og það hægt að nefna svo margt hvort sem að það í atvinnumálum eða félagsmálum eða réttindum fólks, jafnréttismálum og svo framvegis
Þannig að í því felst líka frjálslyndi að vera opinn fyrir nýjungum og leiða þannig fram nýjungar og þróun í íslensku samfélagi. Til að mynda getum við nú bara talað það að á vakt Sjálfstæðisflokksins núna á síðustu 10 árum hafandi með nýsköpun að gera nánast öll árin í sínum ráðunautum, að þá hefur hún aldrei verið meiri í íslensku samfélagi og atvinnulífi heldur en á þessum tíma. Það ákveðið frjálslyndi og opnun á sama tíma og við viljum standa vörð traust gildi, samfélagsleg gildi sem þá aftur flokkast undir íhaldssemina. Þannig að ég held að þetta samspil eigi stóran þátt í því hvað flokkurinn hefur verið öflugt afl í íslenskum stjórnmálum í það áratugi sem hann hefur verið starfandi og þannig skilgreini ég sjálfa mig og á þeim forsendum gekk ég til Sjálfstæðisflokksins og til liðs við hann á sínu tíma að einmitt út frá þessum sjónarmiðum. Sko það má kannski færa rauk fyrir því að það hefur verið orðin veruleg sprungu þreita í fráfarandi ríkisstjórn en eigi síður þá má segja að útlendingamál hafi beint eða óbeint flýtt dauða þeirrar ríkisstjórnar. Þetta eitt af þessum grundvallarmálum sem að fólk tekst svolítið á og maður finnur ólíkar skoðanar inn í Sjálfstæðisflokknum. Hvað ert þú alltaf svona ert þú mjög framarlega í flokki þeirra sem að vilja hafa miklar girðingar á milli Íslands og erlendra umsækjenda hæli og svo framvegis? Já, sko, á sama tíma og ég tel það vera grundvallaratriði að standa vörðum flóttamanna sáttmála Sameinuðu þjóðanna að þá dreg ég línuna þar. Og það alveg ljóst eins og útlendingamál hafa þróast í Evrópu á undanförnum árum að þá hefur það kerfi sem upp var lagt með á sínu tíma og kannski einhver fallegasti sáttmáli Sameinuðu þjóðanna að það hefur verið misnotað. Og ég þar í þeirri pólitík að vilja standa við þennan sáttmála og aðhald okkar að honum. Það kannski sannaðist best í því hvernig við ákváðum að taka á málefnum flóttamanna frá Úkraínu sem voru að koma úr þessu stríðshrjáða nágrannalandi okkar en ég á þeirri síðan að læra mjög af reynslu Norðurlanda þjóðanna og fara svona þá vegferð í þessum girðingum sem þú kallar sem að þau hafa verið að fara og það hefur verið stefna okkar sjálfstæðismanna. Það eru þetta aðeins mismunandi útfærslur en í öllum þessum löndum hafa menn verið að herða mjög skrúuna eins og reyndar alla Evrópu og það vegna þessa reynslan af því að reyna að fara hérna opnu leið sem að nágrannalönd okkar hafa gert og við sjálf vorum á tímabili áður við náðum þeim breytingu sem að ég stóð fyrir sem dómsmálaráðherra síðan Guðrún Hafsteinsdóttir með frumvarp númer 2 við náðum að beygja þessu skipi og þeirri stefnu sem að var hér sem að var íslensku samfélagi bara mjög erfið og við réðum hreinlega ekki við allan hennar fjölda. Þannig að já, ég þar, ég vil hafa þessar línur mjög skýrar og þau skilaboð á mínum að þetta mjög mikilvæg út í heim. Þannig að fólk áttir sig á því að hér sé ekki einhverjar opna gáttir sem ekki hjá öðrum löndum, nágrannalöndum okkar. Hvað með ESB afstöðuna? Ennþá fólk inn í Sjálfstæðisflokknum sem að telur að það hafi verið mistök að svona taka eindregna afstöðu gegn því að til dæmis þá tala menn núna að í öryggismálum þá gæti hentað ágætlega að vera ekki bara í NATO heldur líka í ESB og svona. Myndirðu segja að Sjálfstæðisflokkurinn væri bara frýr núna algjörlega laus við Evrópu áhuga? Já, í sjálfu sér held ég að það sé nú svona hinn almenna skoðun og ef eitthvað hefur nú breyst frá því að þessi hópur gekk úr flokknum og stofnaði Viðreisn á sínu tíma þá held ég að þær línur hafi nú skýrst mikið bara almennt vegna þeirra stöðu sem Evrópusambandið í
og það mjög skýr afstáð okkar í dag að vera í þéttu samstarfi við Evrópuþjóðir í gegnum þá samninga sem við erum með og hérna þeir þurfa náttúrulega að sæta stöður í endurskoðun og taka tillit til aðstæðna en hérna aðild að Evrópusambandinu ekki á dagskrá. Ég tel aftur á móti að það hefur verið mistök og óþarfi að missa þennan arm frá okkur, menn þess að flokkurinn á að vera þessi breiðfylking sem að getur rúmað fleiri sjónamið í mörgum málaflokkum. Það ekki Bjarni vinurinn sem ber ábyrgð á þeim mistökum? Nei, ég vil nú ekki segja það. Þetta gerðist nú á þeim landsfundi þar sem búið var að ná ákveðinni niðurstöðu inn í málefnanefndum flokksins sem að menn gátu sætt sig við í þessum málum og að hafa augun opin og áfram hérna vera að fylgjast með og loka ekki neinum dyrum en svo þegar þetta kom inn í salin og það kom breytingatillaga þar fram að þá var þetta illu heilli afgreitt með þeim hætti sem að var að þetta fólk treysti sér ekki til að vera áfram í samstarfi og það ólíkt sjálfstæðisflokkunum í sögu hans að reyna ekki að gæta málamiðlunum í svona hérna viðkvæmum málum okkur hefur tekist það í gegnum tíðina og það svolítið þar sem við þurfum að endurvekja rótina því að breiðfylking í stjórnmálum þarf að hafa svigrúm til skoðanaskipta og umræðu viðkvæm mál og reyna að hafa þau þannig að menn finnir sig ekki útilokað úr hópnum. Þeir eigi erindi með okkur út af öllu hinu sem við erum sammálum og að því leyti þetta gerðist hratt og þetta var óheppilegt að upp var staðið og við höfum gætt að því mjög síðan þá að landsfundur taki kannski yfirvegari ákvarðanir þegar það kemur á svona viðkvæðum málum. En svo líka sagt að flokkurinn hafi mist af þeirri arfleifð breiðfylkingarinnar sem flokkurinn einu sinni var að huga og verður að huga betur að til dæmis öðrum stéttum en þeim sem eru ráðandi og það hefur verið sagt að sjálfstæðisflokkurinn sé eins og önnur stórveldi að flest molna þau að innan oft vegna spillingar eða vegna einhverja forréttinda sem að verða til og menn kom ekki auga á og það verið rætt eitrasamband viðskipta og stjórnmála og fákeppni og hvernig þið hafi svona verið í þéttu sambandi við viðskiptaöflin og raða svolítið á garðan. Við vorum hér í dag ég að ræða við umboðsmann Samfylkingarinnar framkvæmd kosninga og hann bendir á hvernig að hans mati sitthvað bendir til þess að þar hafi fúsk, skástrík, spilling ráðið að nokkur leyti hvernig farið hefur verið með vafaatkvæði og svo framvegis. Útgerðar öflin, ósáttina sem kvótakerfið, þessi nýríka stétt ólígarka sem að kaupa upp hálft viðskiptalífið á Íslandi annað en það sem að snýra sjávarútvegi eins og Ríkisútvarpið var að fjalla í síðustu viku. Heldur að þetta sé ekki líka bara skýringar, Jón, sem að þið þurfið að taka alvarlegt samtal fyrir landsfund og á landsfundi? Ég tel nú bara fyrsta lagi þar sé nánast engin innistæða fyrir þessu blaðri, sko. Ég vil bara kalla það og það náttúrulega þannig að fréttamiðlar álitsgjafar eru mjög uppteknir af því að skilgreina sjálfstæðisflokkin og gera honum upp alls konar spillingar moment og hann sé ekki lengur þegar svo breiðfylking að geta kallað sér flokkurinn það sem stétt með stétt sem auðvitað eitt af okkar grundvallaratriðum. Ég get nú bara hort í spegil og sjálfa mig í þessum efnum og hafandi bara verið þáttakandi í atvinnulífunni, ég fer ekki á þing fyrir en rúmlega 50 og hafandi þá verið sjálfstætt starfandi svona stóran hluta minni starfsævi
verið bóndi, ég var á sjó, ég fór í diplómanám í háskóla, ég var síðan yfirmaður á Stöð 2 og hjá Prensmiðjunni Odda og svo í eigin rekstri með eigin innflutningsfyrirtæki og á 3. starfsmanna í vinnu. Ég bara kannast ekki við þessi spillingaröfl og þessa spillingaáráttu sem verið að reyna að smyrja á Sjálfstæðisflokkin. Ég bara algjörlega ósammála því og hafna allir í slíkri umræðu að flokkurinn sé eitthvað í þá átt. Flokkurinn hefur að mörgum verið orðað við það að velja það hverjir í sjávarútvegi og hvernig staðið að nýtingu auðlindarinnar og þá það alveg rétt og þetta grundvallaratriði í málinu að Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið vörð okkar fiskveiðistjórnarkerfi eftir að því var komið á og við skulum ekki gleyma því að það sem kannski helst deilt í því kerfi sem annars sennilega eitthvað besta fyrirkomulag í nýtingu náttúruauðlinda sjávarins sem til í heiminum og hort til okkar öfundaraugum ágætt að rifja þau upp því ég sat einu sem með þýskri nefnd atvinnulífs úr þýska þinginu og þeir voru að dásta því að þeir væru stöðugt að fjalla það hversu mikið þetta styrkja sjávarútveginn í Evrópusambandslöndunum og voru öfund okkur að því að við varum að ríðast það hversu mikla viðbótar álagningu og skatta við ættum að láta greinina greiða. Við höfum staðið vörð þetta kerfi vegna þess að það hefur skilað gríðarlegum árangri. En það sem var helst deilt svo kallað framsal. Það að segja þegar að eftir að kvótakerfið var sett á að þá í kringum 1990, mann ég hvort það var 91, að þá samþykir þingið heimild þeirra sem höfðu þá heimild til að veiða, voru með kvóta til að framselja. Og þetta var talið nauðsynlegt til þess að í raun gera sjávarútveginn enn hagkvæmari heldur en hann í dag, eða heldur en hann var þá, því hann var mjög óhagkvæmur. Það var hér stór tap í íslenskum sjávarútvegi sem var lagað til með gengisfellingum og kostnað almennings, trekk í trekk. Og þetta var samþykkt, reyndar útfærsla sem að sjálfstæðismenn greiddu atkvæði gegn á sínum tíma, en þetta voru ef ég mann rétt framsóknarflokkur, alþýðuflokkur og alþýðubandalag sem voru saman í ríkisstjórn sem samþykkti þetta. Og svo þetta skrifað á okkur, þarna grunnurinn að þessu. Síðan hafa menn vilja vinda ofan af þessu með einum með öðrum hætti, taka aflaheimildin tilbaka, samfylkingi talaði fyrir einhvers konar fyrningaleið, aðrir vildu ganga enn lengra og bylta þessu enn frekar og við höfum staðið vörð þetta kerfi sem bör skila sér. Skemmst að minnast vinstri stjórnarinnar 9-13 þar sem að menn voru með miklar heitingar það að gjörbylta þessu kerfi, reyndu ýmsar leiðir til þess í þinginu og höfðu meirihluta í 4 ár og mér minnistætt þegar að Steingrímur Jóð var að fara úr fjármálaráðuneytinu á tímabilinu og átt að taka við upp úr áramótum við ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðar. Hann viðhafði þó orð þá að þetta tækja nú ekki nema nokkra vikur að keyra þessar breytingar í gegn og klára þetta. Þeim tókst aldrei að ljúka þessu vegna þess að þau lentu alltaf á veggjum að þeirra eigin hugmyndir voru svo óhagkvæmar fyrir Íslands þjóðarbú og fyrir greinina og landið okkar að þeir snéru alltaf frá og gáfust alltaf upp. Og þetta eru margir búnir að reyna. Heilu stjórnmálaflokkarnir hafa verið stofnaðir þetta eins og frjálslyndi flokkurinn sem að engum árangri skilaði og í dag horfinn af vettvangi og flokkar eins og Píratar sem að nú eru horfnir af vettvangi bara svona svolítið á sömu nótum. Nú flokkur fólksins búin að vera með miklar heitstrengingar í þessum málum og þessi flokkar og þeir ætla að fara að auka gjaldtökuna og slíkt og við skulum bara sjá hvernig framvindur. Aldrei hafa verið greidd hærri veiðigjöld heldur en á þessu ári og við munum áfram verja grunnstóðir fiskveiðistjórnarkerfisins
menn hafa talað að setja nýja auðlindar klásúlu í stjórnarskrá lýðveldisins. Við höfum aldrei lagst gegn því, en hún þarf auðvitað að vera vel útfærð og standa skoðun. Bjarni spurði að því, ef mann ekki, það verið í kryddsíldinni, þar sem hann spurði nú forystumenn ríkisstjórnarinnar að því hvort að þau ætluðu þá að hafa tímabundar heimildir. Þau gátu ekki svarað þessu. Þannig að útfarslan enn og öll eftir eina ferðina enn undir þeirri miklu gagnrýni sem að við höfum verið á kerfið, að þá útfarslan heldur ekkert klár. Þau veit ekkert hversu mikið þau ætla að taka í viðbótargjaldið, hvar þau ætla að taka það. Þau koma því að segja að við ætlum ekki að taka neitt af minni útgjörðunum, við ætlum að hækka bara á hina, þetta á að vera þrepaskipt. Hvað skilar þetta þá ef þú ætlar að lækka á hina? Það sem að ég ósáttur við í kerfinu í dag að fjölbreytileikin að hverfa úr íslensku sjávarútvegi í útgerðarformi. Og ég minnist alltaf greinar eða erindis sem að Ragnar Árnason, prófessor og einn af okkar fremstu auðlinda hagfræðingum og meir en hér á landi, heldur við nýtum mikilla viðurkenningar á alþjóðavettvangi, sagði að þessi fjölbreytileiki væri mjög mikilvægur í íslenskum sjávarútvegi, af því að það myndi gera sveigjanleika hans miklu meiri við mismunandi aðstæður sem komuð upp í nýtingu sjávarauðlindarinnar eins og við þekkjum manna best. Og ég held að þetta sé kannski helsta ógnin í dag, hvort á að nálgast það með því að hafa óheftar strandveiðar ég ekki vissum, vegna þess að það þarf auðvitað að reyna að byggja upp fyrirtæki af mismunandi stærðum og gerðum sem eru í þessari atvinnugrein á heilsársgrundvelli, geti skapað fjölskyldum og þeim sem að reka þetta vinnu allt árið og góð afkomu. Þannig ég óttast þessa þróun og vil reyna að sporna við henni. Ég tel að mynda og hef sagt það við marga sem að í sjávarútvegi, mér hugnast ekki mjög þegar að svona stærri fyrirtækin sem eru í stóra kerfinu, við erum með kerfi skipt eins og við þekkjum, annars vegar krókaflamarkskerfið og hins vegar þá svona stærra kerfið, að þau fyrirtæki skuli vera farin að fjárfesta meira og meira í krókaflamarkskerfinu og hasla sér völl þar, og þetta við þýtt það til að mynda að markaður með leigu á aflaheimildum fyrir þá sem að reyna að byggja þessu upp, að hann nánast alveg hruninn og framboðið ekkert, og þetta óttast ég, þessa þróun óttast ég og ekki sáttur við, en á öðru leyti gríðarlega mikilvægt að standa vörð kerfið, og það einhverjir hagsmunir einstaklinga í mínu flokki fólgnir í því. Forystunnar að þingmanna. Það bara þjóðaslegir hagsmunir sem eru þar til grundvallar. Svo svo sem að ýmsir fleiri ágallar á þessu kerfi, samanber byggðaröskun og samanber hvernig útgerðaraðilarnir hafa líka stjórn á vinnslu og hvernig öll virðiskeðjan orðin í eigu sömu aðilana og hvað var það verð á fiskinum og við getum líka rætt það áhyggjuefni með kvótan að þorskurinn verður minn og minni, það ekki? Við veiðum minna og minna af honum og öll kerfi, náttúrulega öllum tímum hljóta alltaf að þarnast einhverjar endurskoðanar. Það er spurning hvort hagsmunir þessara öflugu útgerðamanna eru orðin svo miklir að það verður erfiðar og erfiðar vika að breyta kerfinu í átt til hins betra. Já, það auðvitað áramunur á þessu og ég held að það sé nú ekki alveg rétt. Þú skoðar það grannt að við séum alltaf að veiða minn og minni þorsk, alls ekki. Það til að mynda verið einmitt tekið sem dæmi það að megi veiða meira, hversu mikið á stórþorski hefur verið í sjónum. Já, vísindin örugglega ekki fullkomin, en við tókum fyrir nokkuð mörgum árum, það sennilega 20 ár síðan að verða, síðan við tókum þá pólitísku stefnu þvert á alla flokka að fylgja ráðgjöfinni. Og ég sjálfur sér held ég að við höfum ekkert betra verkfæri heldur en að gera það. Það þurfa að menna að skoða hvert atvik út af fyrir sig og hvernig svona þróunin og það getur verið skynsamlegt að gera einhverja breytingar
á þessu, það þá eitthvað sem að við þurfum að setjast yfir en hérna ég held að það sé ekki einhverjir sérhagsmunir stórútgerðarinnar eins og þú kallar það að vera á einhverju sérstakri vegferð sem hendar ekki öðrum í þessu það á að geta algjörlega að spila saman hagsmunir þjóðarbúsins, hagsmunir hérna mismunandi útgerða forma hvernig við höfum þessu en staðnettin svo að allt og margar litlar og meðalstórar útgerðir hafa lagt upp laupana vegna þeirra óvissu sem í greininni og menn þora þá ekki annað heldur en bara hreinlega erum við svo mikið undir að þeir þora ekki annað en að fara út úr þessu að því að þeir treyst ekki því að geta búið við stöðugt regluverk og umhverfi og þá eru þeir sem eru sterkari að kaupa og að þá fer þetta verður þróunu þessi sem ég var að nefna áðan að fjölbreytileikinn hverfur svolítið úr kerfinu og hann svo ég vitna aftur í Ragnar Árnason prófessor, hann verðmætur fyrir þjóðarbúið til þess að geta haldið svona ákveðnum sveigjanleika í útgerðarformi og þá breytileikum á milli fisktegunda og hvernig við veiðum. Jón, förum aðeins í hérna svona lokin í það sem að þér sýnist að landsfundurinn muni snúast þú komst aðeins inn á það svona hvernig þú sást sér fyrir þér hlutina og hvað hefur verið að gerast og hérna við vitum ekki alveg að hverju Bjarni sagði af sér að okkur fannst frekar skyndilega við vorum búin að heyra hann tala það að hann hlakkaði til að vera í stjórnarandstöðu líkt og þú nefndir áðan að þú sagði tækifæri í því nýtt tækifæri fyrir Sjálfstæðisflokkinn að vera í stjórnarandstöðu en hérna við vitum ekki alveg að hverju Bjarni hætti og við vitum held ég ekki alveg hvaða hugmyndir sjálfstæðismenn hafa sjálfir eigin framtíð og eigin flokk það allavega tilfinning margra hvað snýst þessi landsfundur hvert verður helsta verkefni þessa landsfundar að þínum mati? Já, það þurfti nú svo sem ekki að koma mönnum neitt á óvart að Bjarni skildi hætta. Bjarni var kosinn fyrst á þing 1983, hann hefur verið formaður núna mjög lengi og verið í pólitík get ég fullirt miklu lengur heldur en hann lagði upp með þegar hann fór á stað í pólitík en þannig það nú að þá veit enginn sína ævi fyrir en öll í þessum efnum frekar en öðrum og hann sagði nú alltaf að hann tækja sér sinn umhugsunarfrest og myndi tilkynna á einhverjum tímapunkti sína niðurstöðu og hann tók svolítið jólinn og áramótin í það að svona hugsa málin og fara yfir þau með fjölskyldu og vinum og það lá náttúrulega svona nokkuð í augum uppi að landsfundunum yrði ekki fresta þrátt verið tilmæli það sem voru reyndar ágætlega rökstudd og það nú kannski hin einfalda skýring á því af hverju það var ekki gert að landsfundur mjög stór samkoma það ekkert, þú lappar ekkert með inn í hvaða húsnæði sem með landsfund Sjálfstæðisflokksins og Laugardalsvöllin var til að mynda ekki laus næst fyrir einhvern veginn að hausti þetta yfirleitt bóka með jafnvel ársfyrirvara eða jafnvel og alltaf margra mánaða fyrirvara og upp í ár og jafnvel lengur og ég veit að menn litu í kringum sig eftir öðru heppilegu húsnæði og þarna þarftu sal sem að tekur kannski svona 1400-1500 manns í sæti við borð og þú þarft að hafa svona 6-8 hliðasali þar sem þú getur verið með frá svona 50 upp í 200 manna fundi sem eru sem sagt landsfundanefndirnar, málefnanefndirnar sem eru starfandi og alls konar erind og fyrirlestar sem verið að flytja. Þannig að þetta var í raun tæknilega útilokað þó rökin sem að komi fram frá málefnanefndum, formönnum málefnaflokksins væru fullkomlega rétt og ég veit að mörg landsbyggðar félögin okkar hafa áhyggjur einmitt af því að veður eða færð kunna hamla það að þeir geti komið á þennan mikilvæga fund en nú þetta niðurstaðan og þá varu þetta ekki neina bíða hjá Bjarna með það að tilkynna sína niðurstöðu
Mér rennur nú í grunn sjálfum að hann hafi verið fyrir löngu búin að gera þetta upp fyrir sig þó hann hafi talað svona með þeim hætti sem hann gerði en þess að þú auðvitað stígur skrefið til fulls þegar þú ert búin að undirbúa það á öllu leyti. Hvað heldur hann fara að gera? Bjarni? Já. Hann fer að vinna. Ég veit ekkert við hvað. Nei. En það verður alveg nóg fyrir hann að gera held ég á öðrum vettvangi fyrir utan það að við erum ekki að missa hann í burtu. Við höfum aðgang á honum og hans reynslu og þekkingu í málum. Hvað snýst þessi landsfundur? Hann mun eðli mál samkvæmt snúast nýja forystu og framtíða sín og eins og ég sagði á en ég finn fyrir miklum spenningi fyrir þessu landsfundi og mikla væntingar. Ég ekki nokkur vanveg það að þegar við komum út á þessu landsfundi þráttur að hafa tekist á það hver verður formaður og hver forysta flokksins verður, varaformaður og ritari og svo framvegis að þá komum við saminuð í það að veita hér öfluga stjórnarandstöðu. Það eru mikil tækifæri fyrir flokkin með þessa ríkisstjórn, mörg mál sem að menn hafa haft stór orðum meðal annars í þínum flokki það hvernig hinn og þessi mál ættu nú að vera en eru nú tilbúnir að sveigja vel af leið eins og Eyjólfur samgönguráðherra núna með brúar skóflustunguna sína þá heita þetta orðið allt skoðanaskipt og svona þannig að það verður á svo mörg og skemmtilegu að taka í stjórnarandstöðu en ég skil það vel að Bjarni hafi hugsað málið og í raun langa svolítið til að fara í það eins mikil þekkingabrunnur og hann á fjölbreyttum vettvangi að þá verður það eins og ég vorið að algjör veisla að svona hlýða fólki yfir í stjórnarandstöðu og flokkurinn hefur bara gott að því held ég núna að stokka upp spilin endurnýja svolítið stefnuna gæta að rótum sínum og þá eigum við öll tækifæri til að verða áfram þessi sterka breiðfylking og þessi sterki flokkur í íslensku stjórnmálalífi. Ég hef engar efasemdir það að flokkurinn nær vopnum sínum frá því sem hann nú og verður áfram merkilegt og öflugt afl í íslensku stjórnmálum. Bara svona rétt í lokin, kanntu Þórdísi Kolbrúnu litla þakkir fyrir að hafa farið í þitt eigið kjördæmi í Kragann og bóðið sér fram þar og munaði nú minnstu að henni tækist að bóla þér út af þingi? Já og menn geta velti alltaf fyrir sig hvenær manns tími komin sko. Ég ákvað að taka þennan slag við varaformaninn og þó að það væri svona kannski á móti öllum líkum náði bara fínum árangri í því og ég veit að margir félaga mínir í kjördæminu á vettvangi kjördæmisráðs gátu ekki hugsa sér að varaformaðurinn yrði felldur hjá okkur og en að samaskapi mislíkaði fólk líka hvernig aðdragandinn að þessu var og ég var ekki sáttur við hann. Ég hef alveg sagt það, mér fannst varaformaður flokksins sem að ég var búin að starfa með í, ég veit ekki, þessi ekki átti 10 ára af þessum tæpum 18 árum sem ég hef búin að vera á þingi sem að við Þórdís Kolbrún átt eitthvað saman að selda frá því að var framkvæmdastjóri þingflokks á sínu tíma að ég skildi lesa þetta í blöðunum þó að umræðan og hvíslið í flokknum hafi kannski verið að gefa til kynna að þetta yrði svona að þá hefði hún átt að sýna mér þá virðingu að við settumst að minnsta niður og ræddum þessi mál. Það var ekki gert og þess vegna tókum við bara slaginn og pólitík þessar húnir og ég tapaði þeim slag og varðið beiðni fjölmargra að taka þó sæti á listanum, hafði þá bara hugsað mér að láta þetta gott heita en var við þeirri beiðni að taka sæti á listanum og svo skipast veður sem þau gerðu og í dag ég orðinn þingmaður og þá getur maður bara sagt Guð veit hvað framtíðin verður í þeim efnum sko. Takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og við förum þá í aðra sálma en ekki fara langt. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.